Já, velkomin að Rauðaborðinu. Það alls konar í þættinum í kvöld. Í gær endur við þáttum svolítið á að tala fórumiljatur Rússlands sem er vonda landi í dag, en við vorum að tala Dostojevskí við hann Gunnar Þorvar Pétursson, og það var bara gott að geta talað vel rússneska menningu, og við ætlum að halda því áfram í lok þáttarins. Þá kemur Natasja, hún kallar sig Natasja S núna, var að fá verðlaun Tómasar Guðmundssonar fyrir ljóðabók sína. Hún frá Rússlandi og yrkir á íslensku, þannig að við munum örgulega eitthvað leiti fara til Rússlands í lok þáttarins þegar við ræðum við hana. Við ætlum líka að tala við Þorstein Sæmundsson sem var á þingi, og þegar hann var á þingi þá var hann alltaf að reyna að ná út upplýsingum sölu og íbúðum út úr Íbúðalánasjóði, sem að hann fékk svör við, en kannski ekki alveg nógu skýr, en hann hefur haft grunum að þarna hafi verið einhver undarleg veisla í gangi á tímabili, þegar að þær íbúðir sem að Íbúðalánasjóður eignaðist í nauðungarsölu, þegar það var dreift út í samfélagið til einstaklinga, til fyrirtækja, til leigufyrirtækja, til rækama og braskara og alls konar svoleiðis. Við læðum það við Þorstein Sæmundsson. Hann kemur líka hann Kári Hólmar Ragnarsson. Hann var með erindi á Þjóðarspegli mannréttindi á leigumarkaði. Að ræða það við hann. Og svo kemur hér eftir fréttayfirlitið Gylfi Magnússon, og við ætlum fyrst og fremst að ræða öldrun þjóðarinnar og hvaða áhrif það hefur á efnahagskerfið. Þetta búin að vera svona vomandi yfir vestrænum löndum í 40-50 ár. Hættan á því hvað gerist þegar við eldumst og verða færri á vinnumarkaði til þess að sinna okkur og börnunum. En við munum líka ræða áhrif innflytjenda á þessa stöðu. Hvort að innflytjendur séu kannski að bjarga okkur frá því að lenda í miklum vanda, sambærilegum vanda, og kannski Japan í. Kemur ljós þegar við ræðum við Gylfa, en það fréttir dagsins. Já, náttúrulega svolítið stóra fréttir í dag frá borginni að þau sjá fram á 15 milljarða króna halla á þessu ári, sem 6-falt meira en var spáð þannig að nú verið að boða bara aðhaldsaðgerðir og hækkun. Veistu hvaðan hallin kemur? Nei, ég hef ekki alveg fengið almennilega skýringu á því, en Dagur samt, fleiri þarna í meirihlutanum benda á að þau séu ekki að fá inn nógu mikið peningum frá ríkinu til að sinna málefnum fatlaðra, til að sjá þá þjónustu. Það var vitað. En það var vitað, þetta svolítið mikið, 6-fald sem að búist við. Ég ætla að við reikna með 30 milljarða halla. Eða var eitthvað 30 milljarða í fyrra, nú komið í 15, þannig að við að tala 10 milljarða. Ég held að útsvarstekjur Reykjavíkur sé eitthvað starfnar á 220 miljónum, þannig að þetta gríðarlega stórt hlutfall. Maður aðeins að gramsa í þessu betur og skoða og sjá hvað. Allar að skera niður, það verður dýrt í sund. Þau allavega að passa verulega hverja þau að ráða inn í störf meira núna. Ekki nýri ráðhúsi. Ekki nýri ráðhúsi. Hildur Björnsdóttir Sjálfstæðisflokknum, hún benti á að borgin væri að tala að þau ætli að fjölga svona millistjórnendastöðum á skrifstofu borgarinnar einhver 10%, á meðan þá að stoppa önnur störf, ekki verið að ráðast. Sagði Hildur. Ég hef ekki séð gögnin sjálfur. Það var 6 klukkutíma fundur í dag í borgarráði. Hann nú yfirleitt alltaf 6 tímar. Þótt þessi bara lítið á dagskrá, þá hann stundum alveg til miðnættis. Þetta eiginlega ég ætla ekki að fara að draga því eitthvað frá efni dagsins, en þessi aðferð við að hafa borgarstjórnarfundi aðra hverja viku og hafa fundina í 6, 7, 8 klukkutíma, það eitthvað, ég held að mætti skoða svona bara hvernig svona umgengnin lýðræðið og eitthvað svoleiðis. Það tekist ekki þessu. Nei, það ekki beint, maður tekið ekki alveg sjálfur. En Sanna hefur bent á að mætti laga í tekjuhlið sveitarfélagana með því að innheimta útsvar af fjármagnstekjum. Já, hún benti á í ræðu sinni í dag að efsta tekjutíundin tók til sín 81% fjármagnstekna á síðasta ári, og það 147 milljarðar í fjármagnstekjur. Þannig að hún vil hækka skatta á bara allra ríkasta fólki, þannig að venjulegt fólk þarf ekki að óttast að Sanna ætla að hækka skatta á þeim. Nei, hún ekki að segja það, einmitt. Hún að tala að þeir ríkustu leggi jafnt til samfélagsins.
Þetta er tvískiptmál, annars er náttúrulega viðvarandi og við höfum fjallað það hérna áður að sveitarfélaginu vann fjármagnað út af samningum á tilflutningi á verkefnum frá ríkinu, aldraðir og fatlaðir og fleira sem hallar mjög á sveitarfélagin. Það er búið að vera vitað í 10 ár pluss. Líka þetta sem að Sann er að benda á að það er annars konar tekjustofnar sem eru núna heldur voru áður. Það var útsvar á fjármagnstekjunum vegna þess að það voru taldað fram megnið af þeim, taldað fram eins og aðra tekjur. Það var líka aðstöðugjald á fyrirtækjum og við bent á það líka. Þannig að það hefur breyst svoleiðis. Þetta er eitt vandamál sem að má fjallum. En síðan hvað gerist allt í einu þegar er opnað bækurnar og kemur í ljós kannski ég ætla að gíska á svona 7,5% af tekjunum meiri hallheldur var. Nei, ég ætla að lekka, ég ætla að vera í 5%. Það er samt mikið. Já, það er eitthvað að það er hallið sem var á ríkissjóðinum í Bretlandi. Og þótti óverjandi, það er 5%. En við munum aðeins kafa í þetta og skoða hver þróunin verður og sjá hvað stjórnmálafólk er að segja og hverjar áætlanirnar eru. Núna verðist planið bara að vera svona ákveðin niðurskurður eða aðhald í rekstri, en það er ekki meint verið að tala mikið auka tekjulið sveitafélagana. Það er ekki að hækka leikskólagjöld? Þau munu að hækka ykkur 4,5%. Það fær ekki peningar í strætó meira? Væntanlega ekki, einmitt sko. Það verður dýrar í sund. Já. Öskutununa var okkar að vera tekna kannski 2 ári. Þetta er bara þannig. Það er náttúrulega þjónusta borgarna hefur farið hörlandi, það er bara þannig. Einmitt, það þarf að rétta þetta af og það þarf ríkið þarf að stíga það reyn líka einmitt eins og margir hafa bent á að sveitarfélögin ráða ekki við daginn. En í öðrum fréttum þá er áfram búið að vera það voru kappræður á milli Guðlaug Þórs og Bjarna Bens. Ég horfði á þetta. Á Vísi. Til þess að geta sagt ykkur aðeins eitthvað þetta. Mér finnst það bara svona frekar leiðilegt og ég velti mikið fyrir mér hvað var í gangi svona undir yfirborðinu sko, af því að maður veit að þeir eru að segja þetta í svona opinu umræðu en maður veit að það er eitthvað allt annað í gangi undir niðri sem við fáum ekki að heyra. En maður veit ekki alveg hvað þetta snýst sko, hversu mikill ágreiningur er á milli stuðningshópa Bjarna og Guðlaugs. Ég held að þessi tölu verður sko. Það byrjaði að byrta svona greinar og svona, ég held að maður er eftir að sjá sko alveg harðvítuar baráttu. Það er nú oft inn í sjálfstæðarflokknum, til dæmis þau eru að berjast í prófkjöri eða hver verður formaður sús, það getur þetta orðið sko mjög hatramar deilur sko. Það var einn ungur sjálfstæðismæður í Hafnarfirði held ég sem að sagðist að hafa verið virkur í starfinu undanfærin 16 ár frá því að hann var 15 ára og hann skrifaði svolítið svona súran status á fésbókina þar sem hann hélt í fram að honum hefði verið meinað að fá stöðu sem landsfulltrúi á fundunum og var að í að því sko það var í fylking Guðlaugs Þórs sem var svona að koma veg fyrir hann þannig að maður veit það var í fyrstu fréttinni frá Mogganum, hún fjallaði þetta og þar held ég að hafi til dæmis bróðir Áslaugar Örlu, hann fekk ekki að fara á landsfund. Nú, áhugavert. Innmúruðum sjálfstæðisættum. Þannig það eru ykkur svona dæmi um þetta. Mér fannst smá í samskiptum þeirra Bjarna og Guðlaugs að þeir voru svona vinnilegir á yfirborðinu sko en svo sá maður smá svona nasirnar þenjast á Bjarna og svona smá svona heift og tókstreitaðan undir niðri sem er ekki alveg mun kannski koma meira í ljós. Það er náttúrulega Bjarni á vakt Bjarna hefur sjálfstæðisflokkurinn legið niðri. Ég tók eftir að einu sinni saðan eitthvað var að tala um að Framsókn hefði á hann var formaður, þá hefði Framsókn farið á sín lægsta punkt. En það gerist líka á sjálfstæðisflokknum á vaktinni á Bjarna. En Framsókn hefur náðu að jafna sig. Þannig að það held ég að sem að verður bent á við Bjarna er það að hann hefur skilað ekki góðum árangri að mati sjálfstæðismanna í kosningum. Flokkurinn hefur klofnað, Viðreisn fór og það er ekki tilraunir til þess að ná því aftur. Á sínum tíma þá fór á vakt Þorsteins Pálssonar, það fór borgaraflokkurinn í burtu, Albert Guðmundsson og félagar. En Davíð náði þeim tilbaka aftur og það skipti miklu máli í kosningunum 91 var að flokkurinn hefði klofnað í höndunum á formanni og þá er þetta spurningum hvernig flokkur á sjálfstæðisflokkurinn verður, hvort hann hefur svona big tent eða hvað það er kallað og það er, mér finnst Guðlaugur tala fyrir því og það eru stórir hóparinn í sjálfstæðisflokknum sem að fyrst að vera sjálfsmynd flokksins sem eigi að vera og þá segja þau sjálfstæðisflokkurinn ekki náða árangur í kosningum meðan annars að því að við mist alltaf mikið fólki frá okkur meðan annars í Viðreisn stór hluti af
að þeim sem fóru í frambóð fyrir miðflokkin kom úr Sjálfstæðisflokknum, eiginlega bara 50-50 frá Framsókn og Sjálfstæðisflokki. Ég held að þeir sem stofnuðu Flokk fólksins fyrir utan Ingu voru Sjálfstæðismenn. Og þar inni eru menn sem að, þú veist, akkur er ekki bara Tommy eða hann Eyjólfur þarna, Ármannsson, eða Jakob Fríman, þetta getur allt verið bara í Sjálfstæðisflokknum. Já, það verið að stega mikla samleiðan. Og enn frekar sko, það náttúrulega þegar að Flokkur fólksins klofnaði á í síðustu kjörtímabili, þá fór einhver yfir í Sjálfstæðisflokkinn, eða ekki? Já. Ólafur Ísleifs og fleiri. Og Bjarni og Guðlaugur töluðu mikið þetta að fylgi væri búin að lækka, en Bjarni reðst svolítið á Guðlaug og sagði að það er ekki nóg að segja bara að við viljum meira fylgi, það verður einhvern veginn að ná því í gang og vinna það upp og bla bla. En þá segir Guðlaugur að fyrsta sem hann þarf að gera verið að segja það, hvað maður vilja það, og þetta var eiginlega sko, þeir eru að tala eitthvað sko sem að það þarf eiginlega textaskýranda hann undir. En það var einmitt kannski vantaði aðeins inn frá Guðlaugi er að hann talar einmitt að hann vilji opna meira flokkinn og fá fleiri að sem hafa dottið út, en meðan hann ekki alveg nefna hvernig hann ætla að gera það eða hvað. Nei, hann nefnilega að tala inn í hópin sem verður og erindi Guðlaugs er það, við erum flokkurinn, ég vil virkja ykkur þannig að þið getið móta flokkinn. Bjarni kemur fram og segir, ég er flokkurinn, ég hef aldrei verið með meiri reynslu núna, ég er alveg á hábóndunum. Hann fór hátt með það. Já, ég veit það. Og ég held að þetta sé eiginlega tækifæri fyrir Guðlaug. Ef að Bjarni opnast ekki einhvern veginn með að tala að hann sjáu að sér, hann núna vilja virka eitthvað, þá bara held ég að Guðlaug hafi bara góðan séns sko. Því að hópurinn sem þú veist, 1900 manns í salnum, þetta er þess að þau vilja heyra. Þau eru flokkurinn. Segir hann sem mikið þegar að mæta svona margir. Já, það hefur alltaf verið. En í öðrum fréttum akkurat núna er áhugaverður þáttur í gangi býstu við á núna á RÚV og Kveik byssu sölu faðirs ríkislögreglustjórans. Föður. Það er að vera að fara yfir svona þessi gráu svæði, löglegu gráu svæði á byssu sölum og íhlutum í byssur. Já, þannig að selja ólöglega byssur samkvæmt Kveik. Já, ég eftir að horfa á dæmið, maður sér þetta í kvöldu á morgun. Já, þetta eru hálfsjálfvirka byssur. Sem eru óskabissur fyrir þá sem ætla að drepa marga í einu og ég held að þú notar ekki hálfsjálfvirka byssur þegar þú verður á rjúpu en eins og leys, þetta er bara árás af vopn. Já, og þú ert með hilki sem geta verið með 50 skotum í skilur, þetta er bara algjör steypa sko. En svo eru kosningar í Danmörku og kjörstöðum lokaði núna bara klukkan 7. Ég sé að danska sjónvarp er ekki komið með neina talningu, þeir eru bara með útgöngusmána. Já. Og hún er svona svipað og við höfum talað áður að vinstrið missi meirihlutann og Lars Løkke og Moderatana eru bara í lykilstöðu þarna mitt á milli, geta öllum líkjendum. Núna er staðan svo að hægrið er með 90, annar af þingmönnum færi er hægri maður, þannig þeir eru með 91, þannig að kannski geta hægri flokkarnir reynt að þröngva honum til þess að koma í hægri stjórn með sér. Hans vilji er að búa til bara stjórn úr sósíaldemókrötum, sér og venstri helst, og ég sé ekki hvað þeir náu því, þeir eru konur með hann og sósíaldemókratin eru með 59, venstri er með 24, þannig að það er komið. Þau í Moderatana að fá svolítið að ráða þessu eða lítið þannig út. Já, það fyrir eftir því hvort að hægrið sé með möguleika á að fara í vinstristjórn og þá verður og það skiptir ekki máli hvað sósíaldemókratar og venstri, hvernig þeim líkar þetta. Mette Fredriksson hefur talað eitthvað að mynda svona miðju breiðfylkingu ykkur, þannig að kannski sjá ykkur á svona Katrínar stjórn. Það er líklegast, búið að vera líklegast, við höfum búin að tala þetta í nokkra vikur. Þetta er bara líklegast að niðurstaðan. Þingsætin á morgun, en í fréttum var þetta helst í dag. Ok, þá bara höldum við áfram að fjalla samfélagið okkar og nú ætlum við að fjalla öldrun og Gylfi Magnússon kemur hérna.
Já, velkomin aftur. Öldrun þjóða hefur verið okkur kynnt sem svona hættuástand bara frá því ég var ungur maður eiginlega. Gylfi Magnússon hingað kominn, þú hefur verið að skoða þetta og mér langar eiginlega því að þetta búið að vera lengi í gangi og sumuleyti var þetta hluti af kosningabaráttunni síðast. Það voru sérstaklega ríkisstjórnarflokkarnir voru að tala um að við ætlum að undirbúa okkur undir öldrun þjóðarinnar eitthvað svoleiðis. Er þetta minna mál heldur má ætla af umræðinni? Já, þetta hefur allavega þróast töluvert öðruvísi heldur en spáð var ef við kíkjum 10 eða 20 ára aftur í tímann. Þá voru allar spár þannig að íbúar landsins yrðu að meðaltali eldri núna heldur en þeir eru og hlutfall þeirra sem eru komnir af vinnumarkaði aldursvegna væri orðið herra en það núna. Já, en við erum alveg jafn gömul og svo var spáð. Já, það má eiginlega kannski segja að þjóðin hafi elst svona nokkurn veginn í takti við spár eins og kannski lög gera ráð fyrir. En íbúar landsins, þar hefur þróunin verið önnur og skýringin þá auðvitað innflytjendur sem að hafa verið miklu fleiri heldur en spáð var og þeir eru að jafnaði miklu yngri heldur en þeir sem að fyrir eru í landinu. Flestir sem koma til landsins eru kannski á 30-aldri, örlítið yngri eða örlítið eldri en það. Mjög fáir sem koma aldraðir og það þá þetta fyrst og fremst kannski Íslendingar sem hafa búið í útlöndum eru að snúa heim en þeir sem komi hingað til að vinna eru ungir og þeir eru eiginlega allir á vinnumarkaði. Og þetta skiptir miklu máli. Þetta skiptir miklu máli þegar við erum að horfa á, það er oft þegar að bera saman Bandaríkin og Evrópu, þá kemur þetta oft til tals. Að Bandaríkin séu svona með heilbrigðari, svona líðfræðilegri stöðu. Já, það er alveg rétt að Bandaríkin eru í betri stöðu heldur en Evrópa, reyndar staðan dálítið mismunandi eftir því hvað Evrópuland við horfum á. Tiltölulega slæmt til dæmis í Þýskalandi og Ítalíu. Og ef við förum út fyrir Evrópu þá er staðan mjög erfið í Japan. Það er svona einhver hluta vegna samherjarnir úr seinni heimsstyrjöldinni eru illa staðir hvað þetta varða þó ég held nú að heimsstyrjöldin hefur ekki skýrt það mál. En þetta er auðvitað tölverð áskoran því að þeir sem eru á vinnumarkaði þeir búa til vörur og þjónustu fyrir alla. Þannig að þeir eru hlutfallslega fáir að þá er svona meiri brekka að sinna þörfum allra. Og þá má eiginlega segja að Íslendingar hafi fengið það sem við getum kallað líðfræðilegan happdrættisvinning því að hlutfallið á vinnumarkaði er mjög hátt núna. Það er svona það bil 60% íbúa landsins er milli 20 og 64 ára sem er eiginlega það hæsta sem hefur nokt tíma verið. Á Íslandi. Já, og þetta hlutfall hefur farið hækkandi í ríflega hálfa öld. En nú eru sem sagt öll teikn á lofti að það fari lækkandi. Hér? Já. Ekki á þessu ári? Nei, það gerir reyndar, tölurnar innflytjendur, það er ruglamyndina og spátnar. Spátnar hafa ekki gengið eftir. Til dæmis Hagstofan spáði fyrir það bil áratug ákveðnum tölum fjölda þeirra sem væri á aldrinum 20-64 ára og spáin vannmat töluna ríflega 20.000 manns. Sem er meira heldur en íbúar Akureyrar þannig að þróunin hefur orðið allt önnur heldur en spáð var en eru menn að spá því að þetta fari á þennan veg þar að segja að aldraði verið sífellt herra hlutfall af þjóðinni og það er þá áskorun bæði út af því sem gerist á vinnumarkaði og svo líka vegna þess að aldraðir hafa náttúrulega ýmiss konar þarfir sem það þarf að mæta og það getur náttúrulega tekið aldrei í að manna til dæmis bara hjúkrunarheimili og borga fyrir þann rekstur og annað sem aldraði þurfa. Þá þarf þetta líklega að lokka hingað fólk til þess að vinna á öldrunarheimilum. Já, og það hefur nú kannski engin beinlínis verið að vinna í því en samt hefur það einhvern veginn gerst þannig að hingað hefur streymt fólk og þetta ekki allt þess að vinna á öldrunarheimilum. Það er fjölmargir að vinna í ferðaþjónustu til dæmis en hún hefði nú ekki getað vaxið með þeim hraða sem hún óx nema vegna þess að hingað streymdi fólk og svo er þetta fólk víða náttúrulega í ýmiss konar þjónustustörfum, fyrst og fremst störfum þetta sem að kalla ekki á íslensku kunnáttu. En er það þannig að þjóðir standi frammi fyrir því að öllu óbreyttu þá eldast þjóðir og það verða færri til þess að vinna fyrir öldruðum og náttúrulega barnunum. Annarkort ferðu bara þá þróun eða þú finnur ykkur leið til þess að
lokka til þín innflytjendur til þess að því að kannski svona, hvað ég að segja, vélin í samfélaginu, hún ekkert að fjara út, atvinnulífi getur haldið áfram að þróast og þroskast og Já, það alveg rétt og auðvitað sko Ísland mjög spennandi land til þess að setja staði fyrir fólk sem að að koma frá láglauna löndum innan EES eða innan ESB og þaðan hefur auðvitað megnið komið. Hingað til, já. Já, helmingurinn kannski frá Pólandi og einnig stór hluti frá Eystrasaltslöndunum hinnum. Og það má kannski segja að þetta leysi okkar áskorun eða allavega náum að velta henni undan okkur. En gerir þeirra stöðu verri? Já, þeirra staða mun verri og Pólverjar til dæmis hafa verið að reyna að finna einhver lausn á þessu og laða fólk heim til sín aftur. Það munur náttúrulega ekkert mikið þá sem fara til Íslands sko í hinnu stóra samhengi en það eru vestar í álfunni í Bretlandi og víðar eru Pólverjar í milljónatali og Pólverjar vilja fá það heim og staðan nú samt ekki verst í Pólandi, hún nú eiginlega enn verri í nokkrum öðrum fyrrum austantíðarslöndum, Búlgaríu til dæmis. Og Úkraínu og Rússlandi, það sé... Já, það náttúrulega mjög sérstaklega ástand núna í Úkraínu. Já, en voru miklu fólksflutningar áður en að stríða? Jú, það var fólksfækkun og reyndar kannski svolítið önnur líffræðileg þróun heldur en við horfum á hérna á Vesturlöndum því að þarna lýðheilsa hefur nú kannski ekkit endilega þróast á mjög jákvæðan hátt, sérstaklega í Rússlandi. Þannig að lífslíkurnar hafa nú ekki aukist með sama hætti og hérna á Íslandi eða á Norrlöndunum en fæðingatíðnin hefur fallið líka þannig að þeir fá þessa líffræðilegu áskorun þrátt fyrir að langlífið sé ekki aukast til samburðar við það sem við þekkjum. En það ekki þannig að í Pólandi þá lagast þetta með því að þangað flytjir fólk frá Úkraínu og svo heldur þetta bara áfram? Jú, það er reyndar að því að þú nefndir EES og hérna sem hefur náttúrulega verið langflestir sem hafa komið hingað, hafa komið þaðan. En það hefur mátt sjá svona merki það að það uppfylli ekki þörf Íslands fyrir vinnuafli og það eru fleiri sem kom frá hérna, öðrum löndum. Heldur að við getum verið þannig að við lendum í því eins og núna er vinnuaflsþörf sem bendir til þess að EES þótt þessi margir sem búið það voru bara ekki svo margir sem vilja flytja hingað og það er náttúrulega skána lífskjörin í Pólland og eitthvað fleira, þannig að verið minni hvati á að flytja hingað. Já, blessunarlega þá hafa nú þessi lönd flest náð þokkalegum tökum á sínum efnahagsmálum og eru með miklu betri lífskjör heldur en fyrir 30 árum þegar allt var í steik eftir að múrin hrundi og það þýðir auðvitað að freystingin til að koma til Íslands er minni en sko kaupmáttur á Íslandi er samt miklu herri heldur en í til dæmis Pólandi og ég tala nú ekki í Úkraínu þar sem allt er náttúrulega í steik núna en það er alveg rétt að við náum kannski ekki að manna öll þau störf sem við viljum en það eru sömu fréttir víða á meginlandinu vestan megin það vantar hjúkrunarfræðinga og ýmiss konar fólk með sérhæfingu sem að er bara ekkit hægt að dýna neinstaðar fyrirvaralaust. Það þarf auðvitað bara tíma til þess að til dæmis búa til einn hjúkrunarfræðing. Það gerist ekkit 1, 2 og 3. Og kannski ekki gott fyrir heiminn ef að ríkari þjóðir eru að lokka hjúkrunarfræðingarna að fá fátækari þjóðum. Ég man eftir eins og það skreinum hjúkrunarfræðinga í Nígeríu, þar sem var svona verið að byrta bekkjamyndir og útskriftamyndir. Það var hérna 2 hjúkrunarkonur sem ennþá voru eftir í landinu 2 ára seinna. Já. Stórum hóp. Nei, auðvitað er það mjög grimmt að hinn ríkari lönd steli svona innan gæsalappa fólki með hæfileika og kunnáttu sem að þörf er á heimafyrir. En það er náttúrulega leikreglurnar samt sérstaklega innan EES og það er nú reyndar sko fólk sem kemur utan EES á nú talsveit erfiðara með að komast inn sko, það kemst ekki sjálfkrafin eins og þeir í EES en það er nú samt töluvöru straumur líka frá löndum utan EES og sumt af því hefur verið fólk sem er
þörf á hérna vegna einhverjar sérfræði þekkingar. Þegar við erum að reyna að byggja upp mjög hratt, til dæmis líftækniðina, með fyrirtækjum eins og Decode og Alvotech og fleiri, að þá fáum við það ekkert út úr íslensku menntakerfi 1 og 3 mörg hundruð mann sem eru sérfræðingar í einhverju líftækni og lífefnafræði og einhverju slíku. Þannig að það hefur verið straumur af fólki á þeim inn í þann geira frá og þau kom ekkert endilega frá EES og fá náttúrulega bara starfsleyfi vegna þess að það er enginn hér heima sem að getur sinnt þeim störfum. En það að við eldumst og lifum lengur og stórir árgangar er að verða gamlir, þinn árgangur, þú ert bara baby boom maður. Einmitt. Já. Eitt er að sko að svona líðfræðileg heilbrigði þjóðarinnar er ágætt, en eftir sem áður þá þurfa aldraðir sérstaka þjónustu og við þurfum kannski helmingi fleiri hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og fleiri til þess að sinna og það er ekki bara fólki sem endar á hjúkrunarheimilunum, heldur er heilbrigðis þjónusta við aldraða miklu þyngri heldur en við fólk á miðjum aldri. Hvað með það? Þú sagðir áðan að ég spurði að því að þú sagðir sko að menntakerfi næði ekki að annað þessu. Er þetta ekki eitthvað verkefni sem að þarf að vera með fókusin á að við höfum mannafla til þess að sinna þinni kynslóð þegar hún verður gömul? Já, það er, ég ætla rétt að vona að það takist svona bara vegna sjálfsmýns og minna vinna á kunningja. En auðvitað það þarf bara svo við tökum sem dæmi öldrunarlækna og sérhæft starfsfólk og ég sé nú svo sem ekkert fyrir mér að það verði allt saman hægt að treysta á að fólk komi frá öðrum löndum til þess að vinna þau störf. Þannig að við þurfum að mennta fólk til þess að sinna því og svo þarf við auðvitað með tíð og tíma að leggja meiri pening í öldrunarmál, ekki bara hjúkrunarheimili, þetta líka félagsþjónustu fyrir aldraða og ýmislegt annað. Styrkja heilbrigðiskerfið vegna þess að það er meðferðarþyngd verður meiri eftir sem fólk eldist, sem er almennt og kannski það er ekki bara á öldrunardeildum, það er bara út Já, það gerir það sko þegar að útkomun með kannski 1000 manna á tíræðisaldri, það tekur nú í að þjóna þeim hópi með ýmsum hætti, vonandi mjög vel, en það er bara bæði mjög dýrt og mjög mannaflega frekt og alveg fyrirsjáanlegt vandamál því að þessar tölur innflytjendur, þar breyta eiginlega ekkert því hversu margir verða á 8 og 9 og 10 aldri á næstu áratugum, því það er bara nánast bara eins og klukkan tifar sem sýnir hvernig þeim fjölgar. Við þurfum að undirbúa okkur undir það, en við erum ekki góð í því að undirbúa okkur undir nokkuð skapalötu á Íslandíkar. Nei. Varst þetta einhverju sem benda það sem við undirbúa okkur vel fyrir? Já, við erum nú náttúrulega eins og vel er þekkt sko, er motto þjóðarinnar þetta reddast og kannski reddast þetta eins og annað en manni liði nú mun betur ef að það væri einhver skýr áætlun og stefnumótun til tiltölulega langs tíma. Það má nú samt segja að sko við höfum svo sem náð einum fleti nokkuð vel sem er að byggja upp lífeyriskerfi. Við getum nú alveg verið sæmilega sátt við það þó að þetta megi gagnrýna hitt og þetta í lífeyriskerfinu, þá er það svona þegar á heildina litið eitthvað sem við getum verið sæmilega bara ánað með og rundar öfundsverða með að við stöðum margra annara. En sko lífeyriskerfi gerir svo sem ekkert annað heldur en að færa peninga á milli kynslóða og sjá til þess að þeir öldruðu hafi kaupmátt. Lífeyriskerfi gerir ekkert sjálfkrafa, sko, leysir ekkert önnur vandamál. Þannig að það þarf að taka ákvarðanir það. En við vorum fyrst og fremst að ræða heilbrigðiskerfi og annað slíkt. Við vorum ekki að ræða framfærslu þeirra sem eru komnir á vinnumarkaði sem að bendi til þess að við erum í landi sem erum í lífeyrissjóðskerfi. Já. Sem getur áfyrir að sé að einhver liti leist mál. Já, það er allavega stefnir ekkit inn eina verulega krísu þar. Herðu, við máum fara aftur að innflytjendunum, að því að nú er búið að vera mikil heit umræðum innflytjendur og tala flóttamanna vandamál og eitthvað svoleiðis. Þú talar að þessi happafengur að fá fólk á 30-aldri hingað. Er hægt að meta það? Hvað við græðum innan gæsulappa á hverjum innflytjenda sem hingað kemur, þar sem við þurfum ekki að kosta æskunans og hann á kannski 30-40 ára eftir á vinnumarkaði? Já, það væri alveg örglægt að rekna það. Ég hef svo sem ekki reynt að beinlínis slá máli á það, en
ég hef hins vegar sko áætlað hvað þessi líffræðilega þróun sem að við horfum á myndi kosta okkur í hagvexti og það svona kannski eitthvað stærra gráðinu 0,5% stig sem að hagvextu verður minni á hverju ári fyrir vikið. Þannig að ef að okkur tekst að vinna gegn þessari innlendu líffræði með innfluttum fólki að þá væri kannski það 0,5% ekki lengur í hættu. Já. En og það 0,5% núna og 0,5% næst. Já, 0,5% bara á hverju ári. Já, mann fólk getur hugsað svona eins og skákborðið þar sem þetta fljóttast vind upp á sig. Já, það gerir það þá, það kannski 5% á áratug og eitthvað svona. Já. Þannig að það munar það að við erum í staðin fyrir að vera með þennan líffræðilega happdrættsvinning sem ég að nefna áðan, sko, að þá verðum við með líffræðilegan mótvind og reyndar annar líffræðilegur, nýtti hvort maður kalla happdrættsvinning, en sem vann með okkur á 20. öldinni var auðvitað að konur fór út á vinnumarkaðinn eins og það kallað. Það náttúrulega sátt ekki höndum svo sem áður, en þeirra framleiðsla taldi núna eftir að þeirra fóru komnar út á vinnumarkaðinn og það gerðist svona nokkuð á 20. öldinni að þær fóru frá því að vinna heimilistörf sem að voru ekki talin með yfir í það að vinna sem launþegar eða sjálfstætt starfandi á vinnumarkaði. Og þeir hagfræðingarnir reiknuðu það sem ábata fyrir landsframleiðsluna verður þessi töldu ekki með þegar það voru heima. Já, það sýnir nú eiginlega bara hvað þessi mælikvarði sem að hagfræðingum er nú svo tamur, sko, verk landsframleiðsla gallaður. Þetta svona eitt galli og á þeim mælikvarða að heimilistörfin voru ekki metin til 4. Ég pröfaði að taka erlenda ríkisborgar í Íslandi og búa til svona keilu í samanburði við íslenska ríkisborgara og munurinn á þessum vinnualdri eru 36.000 manns sem að sko koma aukalega inn í keiluna. Þetta er náttúrulega þetta skiptir alveg feiknarlegu máli. Þetta er ekki svona smá tilfærsla, þetta er bara feiknarleg meðgjöf sem við fáum hana. Já, og þetta er búið að gerast á svona bil aldara fjórðungi, þannig að það munar alveg svakalega það að fá kannski 1.000-2.000 manns á vinnualdri umfram það sem að þarna ella hefði orðið og það bætist við á hverju ári og reyndar sko 9.000 þar sem hafið þessu ári. Já, þetta ár mun ábyggilega slá öll með og reyndar árið fyrra gerði það líka, þannig að það er ekkert að hæga á þessum innflutningi sem að bendir til þess að þó Íslendingar hvörtum undan hinn og þessu þá þykir þetta nú mjög spennandi land fyrir allavega einhverja sem að þannig hinga koma. Það sem hefur drifið áfram hinga komu erlendra, þú nefndir þarna hátækni vísindafélög, það er náttúrulega bara lítið brot. Langmest af þessu er fólk sem er að koma í láglaunastörf, í mannaflsfrekan ferðamanniðinað. Er það ekki einhver hætta á því að íslenskt efnahagslíf það er svo auðvelt að fá fólk hingað inn í að því að þá tökum við ekki út þroska sem ætti að vera í hinni leiðinni sem að væri það að láglaunastörf myndu einhvern veginn ítast í burtu af því að það veri fáir sem að fengju en við getum alltaf sótt í það að þá er svona freistni vandi að bara búa til ennþá meira af láglaunastörfum. Jú, það má alveg sko taka undir það að mörg af þessum störfum sem hafa vorið til á undanförnum hvað ég var að segja 10-20 árum að það hefði aldrei verið að fylla þau og þar með hefði svo atvinnustarfsemi aldrei náð flugi nema af því að það var hægt að fá fólk til þess að vinna á launum sem að eru kannski ágætt sko miðað við pólskan veruleika en þykja ekkert mjög spennandi miðað við íslenskan veruleika. Og geta raunverulega haldið til lengri tíma á Íslandi, þannig ætti þróunin að vera að þetta vera krafa hjá þeim sem að sinna þessum störfum að njóta sömu lífsgæða og aðrir í samfélaginu. Já, og ég verð nú að viðkenna að sko bara svona upp á samheldnina í samfélaginu að þá getur maður ekki annað en að vona að það verði raunin. Það er ekkert sérstaklega skemmtileg tilhugsun að hérna verði til svona einhver yfirstétt og undirstjett og
önnur stéttin talar íslensku og heitir Þorgrímur og Grímheiður og eitthvað svoleiðis og hinn með einhverja setur og tvöfaldaff í nafninu og talar ekki íslensku og á lægri launum. Það nú ekkert sérstaklega spennandi framtíðarsýn, þannig að maður getur ekki annað en vonað að til dæmis þeir sem að setjast hérna að og eignast börn að börnin verði bara keppi á jafnræðisgrundvelli við börn þeirra sem fyrir voru. Hitt óskaplega lít spennandi tilhugsun. Og ekki þannig að túrismin sé þannig að hann sé og verði alltaf frekt þjónusta sem að borgar ekki álaun. Já, það má kannski orða það þannig, sko, meðan það hægt að fá fólk á tiltölulega lágum launum til þess að vinna hérna að þá hægt að reka ferðaþjónustu sem að þarna að vísu dýr en ekki jafn dýr og hún þyrfti að vera til þess að hægt væri að hafa heimafólk á launum og það má svo sem hafa sína skoðan á því hvort það sé gott eða slæmt en eins og þetta núna þá þessu ekkert stýrt því að vinnumarkaðurinn bara opinn og það getur hver sem stofnað hvað sem bílalegu eða hótel eða veitingastað og bara reynt að lifa í herkinu. Þannig að við bara vonum það besta og vonum að þetta reddist. Að vanda vonum við að þetta reddist. Herðu, Gylfi, þakka hérlega fyrir að koma hérna og nú ætlum við að snú okkur að húsnæðismarkaðnum og mannréttindum hér eftir augnablik. Karl Hólmar Ragnarsson, hann var að fjalla á Þjóðarspegli mannréttinda húsnæðismarkaði. Já, Kári reyndar. Kári, fyrirgefðu. Ég byrst afsökunar. Kári Hólmar, velkomin. Mannréttindi á húsnæðismarkaði, hvað það réttindi leigjenda eða? Já, það sem ég aðeins að skoða sem sagt, að hugsa einhver önnur réttindi heldur en eignarréttindi sem hafa svona klassist verið einu réttindi sem eru sjáanleg á húsnæðismarkaði bæði, sko, eignamarkaði og leigjendamarkaði, að það hérna öll réttindun og stjórnarskráin og mannréttindasamningarnir eru oftast einhvern veginn sögulega alltaf bara öðrum megin í jöfnunni ef maður hugsar þannig, sko, að það eru hérna réttindi hvort sem það lánastofnanir sem kröfur réttindi sem njóta eignarréttindaverndar eða leigusalar sem auðvitað eiga fasteignir sem eru verndaðar en hérna... Á fólk ekki rétt á við að búa ykkur þar? Já, svo það, sko, og það hérna það sem við tölum sem réttu til húsnæðis sem sannarlega verndaður í alþjóðasamningnum mannréttindi og hérna, og það svona það sem ég að reyna að draga fram í þessu verkefni. Og eru Íslendingar aðilar að öllum þessum samningum? Já, þeir eru aðilar að öllum þessum helstu, að það hérna alþjóðasamningnum efnarslega félagslega og menninglegi réttindi frá 1966. Og hafa þeir samningar litað löggjöf Íslendinga til dæmis leigjendalög? Leigulögin held ég ekki, nei. Það svona kannski mest sláandi dæmið hérna löggjöf sem sem betur fyrir nú sennilega verið að endurskoða núna en hérna það er okkur sagt. En klárlega hefur ekki tekið mið af neinum slíkum sjónarmiðum. Og hérna leigulög eru fyrirbæri sem hefur verið mikið til umfjöllunar meðal annars hjá sérfræðingar nefnd Sameinuðu þjóðanna sem fjallar þennan samning, þennan alþjóðasamning sem hefur nýlega tekið ákvarðanir í einstaklingsmálum sem varða húsaleigu í Belgíu annars vegar og Spáni hins vegar og gert til talsveit alveg athugasemdir við
fyrirkomulag bara réttindi og skyldna á leigumarkaði. En hvaða mál eru þá að tala um? Er það að þegar fólk get sagt upp húsnæði að það hafi rétt á því að vera þar áfram eða hvað, ég get með einhvern svona dæmi það, hvað það snýrist? Akkurat, það kannski fyrst best að taka það fram að sem sagt aðgangur fólks að kæruleiðum, svona einstaklingsbundnum úrræðum á sviði þessara réttinda eins og annara efnaðislega og félagslega réttinda sem eru svona þessi réttindi til heilbrigðisþjónustu og menntunar og framfærslu og eitthvað slíkt hafa verið mjög fá og voru lengst af ekki til í alþjóðakerfinu og meðan var þetta kvarta yfir brotum á tjáningafrelsi og ýmsum svona þessum klassísku borgaralegu réttindum miklu lengur en þetta hefur verið að aukast á síðustu árum og þá það þessi mál og vægi félagslega réttinda. Já, ég kannski það aftur fer eftir hvað þú spyrð sko, en allavega umfjöllun bæði sem dómstóla í löndum víðum heim og þessara alþjóðlega úrskurðaraðala er eitthvað sem hefur verið að opnast á síðustu 20 árum, 25 árum voru bundnar gríðarlegar vonir við það sem úrræði og svo svolítið deilt hver árangurinn raunverulega sé sko. En á húsnæðismarkanum og í þessum réttum til húsnæðis málum þegar þau varða einstaklinga þá einmitt það leigjendur sem hafa verið bornir út á endanum úr húsnæði sem þá kvarta og láta reyna á þetta og það er á eignamarkaðan meira þá nauðungarsölur og svona ýmsar aðfara gerðir sem verða að svona þessum hreinræktuðum mannréttindamálum á endanum sko. Hér var deilt fjöldan en í hruninu það verið 10.000 heimili sem fólk misti deilt hvort það sé svo hátt eða hvort það verið 4.000 eða 6.000 allavega óheyrilegu fjöldi. Akkurat. Gætu við séð fyrir okkur að það fólk hefði haft einhver meiri réttindi en það naut hér ef að umræðan hefði verið komið lengra eða þroskari. Það náttúrulega mörg ef sko, en það er ennþá verið að vinna úr í rauninni hruninu en flest málin sem hafa komið til þessar Sameinuðu þjóðanefndar eru varðandi húsnæðishrunið á Spáni. Það eru sko langflest og það eru hafa orðið breytingar. Er það þá eigendur sem að mista húsnæðið sitt? Það eru hvoru tveggja, já, það eru bæði leigjendur og eigendur og þar hafa orðið breytingar á lagaumgjörðinni í kjölfarið beint vegna þessara mála svona breytingar sem að eru hugsanlega svona dropan sem hola steinin sko, þetta allt á svona mikróskala, það sko hvenar hvað nákvæma skilyrði þurfa að vera uppfyllt til þess að til dæmis auglýsa nauðungarsölu í lögbirtingablaði en ekki með einstaklingsbundinni sko birtingu sem kom í ljósa hafðu sko, það regla sem var sett mikið út á að það var allar nauðungarsölu voru bara auglýstar í lögbirtingablaðinu og engi sá það og svo bara kom íbúum og óvart þegar var komið og þeim hent út sko. Það var gert verulegar athugasemdir við þetta nefndar og einhverjar breytingar urðu síðan. En þetta svona mun alltaf allar þessar breytingar og þessar umgjör gerast í litlum skrefum sko. Eins og mannréttindabaráttu. Já, það er dálítið þannig og sumt alveg drepleiðilegt sko. Þegar maður, ég meina ef við þurfum að hugsa sko birtingareglur og stefnum og nauðungarsölugerðum og aðfaragerði sem mannréttindamál, það ekkert endilega alveg svona mest svona sjarmerandi málaflokkur. Það fer illa á kröfuspjaldi. Já, þetta svona hvað skal segja sko. En kanntu að meta það? Hver svona réttarstaða leigjenda á Íslandi í samanburði við það sem er best annars þar? Það sko erfitt að vera með eitthvað stóra dóma það en ég held að sé alveg ljóst að staða leigjenda á Íslandi er mjög veik í samanburði við mjög mörg önnur ríki og þessar kröfur sem á leiða þessum alþjóðasamningum að leigulögin gera ráð fyrir víðtækum rétti til þess að segja fólki upp leigu án sérstaks það þarf auðvitað að gefa fyrirvar og slíkt sko en þarf ekki að taka mikið sko einstaklingsbundnar aðstæður til dæmis inn í myndina. Einstaklingsbundnar aðstæður leigjandans. Já, og það er svona krafa sem hefur verið að þróast á alþjóðavettvangi að það sé
svona verið að hörfa frá því að leigusali hafi bara rétt á því að ákveða hver býr í íbúðinni og á hvaða kjörum og þurfir hann að fara fram eitthvað mat og áður en að við komum til að vísa út úr húsnæðinu þurfa að reyna allt til þess að ná aðilum aftur saman sko, ef að það er hærri leiguverð sem að leigusalinn er að óska eftir, þá þarf að kalla aðila saman hugsanlega með einhverju milligöngu aðila og sjá hvort að ríkisvaldi getur komið að með einhvern fjárstuðning og gera svona allar þessar útburðargerðir eða það sem er á endanum flest mál alltaf fara ekkert svo langt sko, fólk er bara sagt upp leigunu og það flytur út sko, en að gera það erfiðara og þá breytist aðeins, það er hugsunum vantilega, það breytist aðeins valdajafnvægið á markaði. Þannig ef ég segi þér upp húsnæði og geta það bara eitthvað tildástað að frænka mín sé að flytja í bæinn og ég þurfa íbúðina, en raunverulegur hugmyndi mín var að hækka leiguna, að það svoleiðis mál geti farið fyrir eitthvað, þú ert með börn í skóla sem er mikil röskun á því að þurfa að flytja, að það væri þá hvað eitthvað nefnd sem að myndi reyna að meta þetta saman? Já, sko, þá er fyrir að skipta máli hvort þú byrjað á Spáni eða Belgíu eða á Íslandi. Því að á Íslandi getum við látið reyna á einhver sjónarmið fyrir íslenskum dómstólum, að vísu ekki endilega öll þessi sjónarmið, það sem útburðagerðir og þessi aðfaragerðir eru svona einstaklega einfalt réttarfar. Þetta á að vera fljótt og einfalt og eigandinn eignarréttinu vel vafinn og bara mjög fljótt afgreitt. Nánast engar varnir, efnislegar varnir sem komast að í slíkum málum. Og á Íslandi getum við ekki farið til þessara nefndar af því að þó við séum aðilar að Ísland sé aðilar að þessum alþjóðasamningi í grunninn og samþykja að veita réttindin, þá er Ísland ekki aðilar að valfrjálsum viðauka sem að veitir þessan einstaklingsbundna rétt út til Genf. Þú segir einstaklingsbundur réttur, hver er munur á því og bara hverju sem er? Það er sem þessi kæru ólöglegra mann. Akkurat, sko. Það er eins og við þekkjum orðið nokkuð vel að leita með mál okkur til Mannréttindadómstólsins í Strasbourg. Nema Mannréttindadómstólsins í Strasbourg dæmir bara mál einstaklinga og dæmir bara mál brot á mannréttinda sáttmála Evrópu. En þar eru fyrst og fremst þessi borgaralegu stjórnmálalegu réttindi, ekki réttur til húsnæðis til dæmis. Þannig að hann er varin í öðrum samningum sem að hafa gagnvart Íslandi ekki þessa kæruleið. Það er sem þessi einstaklingsbundna kæruleið. Ég get ekki farið með áfríðað til útlanda. Nei, það er fáar leiðir opnar þar fyrir Ísland þó að það hafi verið lagt til. Ég menna það hafa verið að fara þingsályktunartillögur að Ísland verði aðili að þessum viðauka. En það hefur ekki verið grunn. Það verið mikil tregða hjá lögfræðistéttur á Íslandi að taka inn svona félagsleg réttindi. Já. Það hefur meðan skakrit nýju stjórnarskrána fyrir að vera allt og mikið svoleiðis gúmilaði. Einhverjir hafa gert það. Já. Og ég hef nú bent að það í mínum skrifum að dómstólar hafi ekki verið spenntir fyrir að fjalla mikið þessi réttindi, hafa tekið mjög laust á þeim og mikið kosið að við vísa til þess að löggjafinn að sveitarfélög séu þeir aðalega sem eigi að útfæra réttindin. Já. Akkur fórstu að skoða þetta? Ég hef nú bara einhvern veginn verið að skoða félagslega réttindi í þessu samhengi í 15 árið eitthvað sko. Og Af hverju? Það er engin annar að gera það á Íslandi? Já, það er nú, ég held að þetta séu sko réttindi sem eru auðvitað gríðarlega mikilvæg og algjörlega en lítið fjallaðum. Akkurat, fá litla athygli og við þekkjum. Flókið að berjast fyrir. Já, og var, þegar ég svona byrjaði að skoða þetta, var alveg rosalega spennandi því að þá var Öryrkjabandalagsdómurinn fyrst frá 2009 og dómstólar búin að marka sér að við heldum ákveðna stefnu. Það breytist bara? Já, það hefur svona ekki haft mikið annað í för með sér. Þegar maður tekur þetta saman, sko, þegar maður horfir yfir þessi 20 ár sem voru síðan, sko, hafði Hæstiréttur bara einu sinni eftir Öryrkjabandalagsdóminn fallist á málsástæðu að röksemd byggði á þessu ákvæði stjórnarskrárunum efnahagslega félagsleg rétt í 77. grein og þá var það málsástæða sem að ríkið hélt fram til þess að réttlæta að setja lög á verkfall hjúkrunarfræðinga. Þannig að réttindin hafa ekki skila neinu nema þá bara banna hjúkrunarfræðingum að fara í verkfall. En samfélagið væri betra ef að við
hefðum öflur í félagslega réttindi. Það held ég og það alveg, fólk má óhika að líta á þessi réttindi sko sem tæki í einhverju, bara það fullt af fólki að berjast fyrir hinn og þessum svona stærri málstöðum og það má velta fyrir sig, hvenar og þá undir hvaða kringustæðum þessi réttindi og þau leiðir sem þeim fylgja hjálpi þeim baráttu, stundum hjálpaðu og stundum þau bara, þvælastu bara fyrir. En það ekki þannig að árangurinn næst ef að einhver sko lætur á eitthvað reyna? Þú tekur dæmi af Spáni og Belgíu, en þá það mál þar sem að einhverja hetjur hafa bara látið á þetta reyna, því það ekki fyrir að það gerist að samningarnir eða réttindi byrja að hafa eitthvað virka áhrif í samfélaginu. Sannarlega, það þarf auðvitað að hugsa í stærra samvík og þetta náttúrulega spurning til þeirra sem að reka svona dómsmál fyrir eins og Öryrkjabandalagið búin að standa fyrir hinum og þessum málsóknum og fleiri aðilar sko. Og þá nástundum árangri. Þó svo að það hafi síðan ekki áhrif eins og til dæmis þarna með örorkulífeyrin hjá þeim sem hafði búið erlendis. Ég held að það sé ekki ennþá búið að borga fólkinu sko. Akkurat, og þetta svona strategisk spurning, sko, hvað gerist, þarf að fara í þetta mál til þess að vinna það, þarf kannski að fara í það til þó maður vita að kannski tapist það, sko, því það getur haft eitthvað svona fókuserandi áhrifið að draga fram einhver gögn sem að mann vantar í einhverju svona öðru samhengi. Þannig að málsóknir geta þjónað stundum öðru hlutur, ekki heldur beinlínis bara sækja réttindi fyrir einhvern einn aðila. En stundum geta, og ég er bara að tala í svona mjög stóru samhengi, geta líka málsóknir sko haft neikvæð áhrif á okkur stærri baráttu, að gefa dómstólum færi á að stíga inn og segja nei, allt í lagi hér, löggjafinn heldur bara áfram að gera það sem að hann vill og þá hefur sem sagt dómstólaleiðin þessi svona lögmætis áhrif að sveipa hulu lögmætis yfir einhverja stefnu sem að þá þeir sem stóðu fyrir málsóknir og ósáttu við eitthvað slíkt. Þannig að þetta eru svona miklar svona hugleiðingar sko strategíu í málsóknum sem þarf að fara í gegnum. Kári Hólmar, þakka fyrir að koma hingað. Byrjum að tala húsnæðismarkaðinn og tölum félagslega réttindi almennt og baráttu fyrir þeim. Takk fyrir. Mikilvægt mál. Herðu, þá komið að öðru mikilvægu máli en það eiginlega hálf skammalegt mál. Það sala Íbúðalánasjóðs á eignum eftir hrun. Þorsteinn Sæmundsson, baráttumaður, ætlar að koma hingað og ræða okkur það. Já, heyrðu, við á samstöðunum höfum verið svolítið að fjalla Íbúðalánasjóð, fyrst ákvarðanir sem voru teknar 2004 sem höfðu hryllilegar afleiðingar og sem að lenda í hnakkanum á okkur. En við höfum líka fjallað eignasöluna sem að var eftir hrun, að Íbúðalánasjóður leysti til sín mikið af eignum sem hefur tekið á nauðungaruppboðum og með öðrum hætti líka. Og svo var þetta selt út á tiltölulega skömmum tíma á mjög lágu verði. Og það hefur ábyggilega ekki og hefur ekki bætt stöðu Íbúðalánasjóðs og sá sem að barðist eiginlega harðast við að fá þessar upplýsingar fram á Alþingi á sínum tíma hingað kominn Þorsteinn Sæmundsson. Sæll. Og takk fyrir þína baráttu því ég nú búin að vera að lesa fyrst og fremst að vinna út úr gögnum sem kom í svari loksins til þín. Já. En ég verð nú að segja að þið komast upp með að láta þið fá þetta í mjög óaðgengilugu formi. Þetta mikil vinna að vinna út úr þessu. Já, það rétt.
Og þess vegna var það nú á sínum tíma, sko, þegar að svarið loksins barst. Já. Og það tók einhver 3 ár að fá það fram. Og það kom ekki fram fyrir að það varð ljóst að ráðherran hafi farið í bága við, sko, lögun ráðherra ábyrgð og lögun þingsköp. Og það var enda kom fram í áliti frá lagaskrifstofu Alþingis að þá var svo blessu gefna skildi og hann sem sagt skilaði gögnunum. Og þá var hann búin að bera fyrir sig í 1,5-2 ár persónuverndarsjónarmiðum sem persónuvernd tók ekki undir og svo framvegis að það eiginlega, en það rétt, þetta var mjög ágengilegt og þess vegna svona leitaði ég hófana þegar að þetta svar var komið og fór svona að leita að fjölmiðli sem væri nógu öflugur til þess að geta kannski unnið úr þessu og hefði á að skipa alvöru rannsóknarblaðamönnum sem myndu taka þetta mál lengra. Og ég sendi tölverða upplýsingum, bæði það sem þarna komið fram og aðrar til Kveiks hjá RÚV. Og mér er ágætlega tekið og hérna, en áhugin á því að vinna þetta áfram reyndist enginn, því miður. En það breytir ekki því að sko, að þú segir óaðgengilegt form. Það er alveg hárrétt. Þetta er Excel-skjal þar sem að eignirnar koma í svona í röð eftir fasteigna. Ég náði bara út PDF-skjali og þurfti að flytja það síðan yfir í Excel, sko. Já, rétt hjá þér, rétt í PDF-skjal, það er rétt. Og það sem eignunum þar eru settar upp í röð eftir fasteignanúmeri. Ég heimtaði líka okay. Ég heimtaði líka að þetta kæmi fram hann heimilisfangið og svo framvegis og ég bar þá voni brjósti að þeir sem höfðu mist íbúðir í hendur íbúðarlánasjóðs myndu kannski skoða þetta, sjá hvað íbúðarlánasjóður tók íbúðina af þeim á þannig að þau vissu þá hver mismunur væri en málið er það að þetta mál er í raun og veru 2 kaflar. Það er í fyrsta lagi hvernig íbúðina voru teknar af þessu fólki og ég hef verið í sambandi við sumt af þessu fólki og það hefur sýnt mér mikla biðlund sem ég er mjög þakkláttur fyrir og við höfum farið yfir þeirra sögur og þetta góða fólk hefur treyst mér sem sagt fyrir sínum sögum sem eru alveg skelfilegar, bara svo maður segja það reynd. Hvernig íbúðina voru teknar þá? Já. Eða hver staða fólksins er eftir að það misti húsnæði? Bæði og, því að sko það höfðu eiginlega flestir sögur. Þetta er fjölskyldur sem að liggja oft sko í fjárhagslega veikt ennþá eftir hrunið. Hrunið er ekki búið hjá þúsundu fjölskylda. Það er þannig að ég held að séu 3 ár síðan eða 2 ár síðan að við vorum í umræðum á Alþingi og fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson sagði í umræðunni ég skil ekki þessa reiði sagði hann og ég hugsaði með mér ég fór nú reyndar ekki í neitt sko debatt við hann út af þessu en ef þú ert maður eða kona á miðjum aldri eða rétt yfir þú ert nýbúin að tapa eða fyrir svona á síðustu 10 árum þá ertu búin að tapa öllu sem þú hafðir önglað saman á fyrirparti æfinnar og þú sérð fram á það að þú kemst aldrei inn í þína eigin íbúð aftur verður reið eða reiður, já. Er það skiljanlegt? Já. Og ég hef reyndar eins og þú kannski veist verið að vinna fleiri málum sem tengjast eftirkostur hrunsins. Þar á meðal Lindarhvol, þar sem sama leyndin hvílir yfir, það málir í fullum gangi núna. Ég spurðist fyrir sölu íbúða söru á varnarsvæði sem voru reyndar fjármagnaðar með lánum frá íbúðarlánasjóði eins og fleiri íbúðir sem voru seldar í gegnum sem íbúðarlánasjóður átti sjálfur og það var alltaf sama mantran að menn ætluðu að fara í óhagnaða drifna starfsemi en síðan bara uppgötuðu menn allt í einu þá var milljandi gróða af þessu þannig þeir skiluðu peningunum en þá voru þess að búnir að fá lánin á hagstæðum kjörum til þess að komast yfir í íbúðirnar og þú fórst nú ágætlega yfir það þarna í þessum íbúða klasa sem var seldur til þáverandi BK-eigna sem síðan urðu Alma og ég var enda búin að tína þar út 140 íbúðir sem var ein salan 2016 meðaltalsvirði hverjar eignar þó eignir þetta séu náttúrulega mismunandi það voru allt saman eignir hér á höfuðborgarsvæðinu 101, 7, 11 Hafnarfjörður, Kópavogur meðalverðið var 16 milljónir króna
Ég hef alveg þegið að geta keypt íbúð í Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu árið 2016 fyrir 16 milljónir. Sem kostar kannski 60-70 milljónir í dag. Já, sko, ég kann eitt dæmi þar sem að einstaklingur leitaði réttar síns eftir á og sá eða sú ef ég man rétt, sú eina sem hefur í sjálfsinn náð árangri og það var á grundvelli þess að forkaupsréttar hefði ekki verið gætt. Fór fyrir öll dómstig, vann allstaðar, fór aftur að því að viðkomandi vildi fá íbúðuna tilbaka aftur á því verði sem íbúðunarorðsjóðar hefði tekið hana. Það var hálfvirði. Það var hálfvirði. Og sko, sögur þessa fólks allar svipaðar. Það lendi í tímabundum erfiðleikum út af því að það misti vinnuna tímabundi eftir hrun, eitthvað slíkt. Einn einstaklingur sagði mér, hafði aldrei mátt vamsitt vita í fjármálum en slísaðist til að kaupa bíl á myntkorfuláni. Og þar með var bara blæddi út hægt og rólega. Og fór snjóbolti niður líðina. Já, en það sem að einkennir þetta eða þennan hluta er það að þarna er fólk gjörsamlega berskjaldað. Það er búið að semja um lengingu, það er búið að semja um frystingu sem að yfirleitt var ekki til staðar eða ekki hægt að gera. Það er ráðist inn á heimili þessa fólks. Það kom einhverju 3 lögfræðingar og einn maður frá sýslumanni og fólk er náttúrulega losti. Og ríkisstofnun tekur regluna að. Ríkisstofnun gerir það. Og það er ekki eins og það hafi verið eitthvað sem að sárvantaði peningin bara í hverju. Nei, og það er ekki eins og þarna hafi verið einhver sko, eigum að segja ómerkilegu kaupahéðin. Þetta er stofnun. Og það er eitt þáttur í þessu máli á sínu tíma, það er að segja hvernig salan fór fram, sem var sendur efnahagsbrotadeild lögreglu. Það svo salan á eignunum út úr íbúðarhúsi. Já. Og það var, sem sagt, í fyrsta lagi var send melding til þáverandi forstjóra sjóðsins að þarna gæti verið maðkur í misunni og honum ráðlagt að senda til efnahagsbrotadeildar sem hann gerði ekki. Þannig að sá eða sú sem að flautaði sendi til efnahagsbrotadeildar sem felldi málið að vísu niður. En eins og ég segi að þarna var alltaf komið þannig að það kom einhverju 2 eða 3 lögfræðingar pluss fulltrúi sýslumanns, síðan kostuðu lögfræðingarnir að milli sín einhverjum tölum, þangað til ásættanlegri tölu var náð og eignin slegin. Í einu tilfellinu... Kári Hólma var eiginlega rísisveitna rétt áðan þegar var að tala um mannréttinda á húsnæðismarkaði, hvað aðfararlögin sem eru til þess að venda eignaréttin, hvað þau eru sko... Það er eiginlega ekki hægt að vera með neina varnir á móti þessu. Sko. Þannig að þú verður bara fyrir þessu og það allt er náttúrulega að missa húsið. Já, og einu tilfelli segir mann eftir, þá var þetta þannig að það mættu 3 jakkaklæddir menn og ung stúlka. Einn af jakkaklæddu mönnunum var fasteignasali, hinni 2 voru lögfræðingar, og svo var þetta fulltrúi sýslumanns og það fór fram þessi talnaleikur. Endan var íbúðin slegin. Ungu stúlkunni sem var 18 ára var hann á dyrapallinum sem var notabenni dóttir fasteinarsalans sem hafði líka verið að sjá söluna á fasteininni fyrir íbúðunarsjóð. Þannig að sko þessi þáttur Þú veit margar svona sögur allt og margar því miður. Það hefur verið bara eins og eitthvað fyllir í Sko já og gáða að þetta góða fólk sem ég hef talað við þetta er engin óregla. Það er ekkert það að ræða að menn hafi verið að spenna bógan upp í einhverjar 200 fermetra eða eitthvað meira. Það er bara venjulegt fólk, hardulegt fólk. Lendi hann okkur til að skuldunar hækkuðu eða misti vinnuna, vinguðu tekjunar, gátt ekki staðið við það sem við reiknum með áður, enga hjálp að fá, eignin tekin á rakvirði af þeim og síðan er það selt baktir að megin einhverjum bröskurum sem hafa síðan sko leikt þessu sama fólki á svívirlega hári leigu. Rétt og annað hitt líka eins og þú hefur bent réttilega á og ég hef reynd að tala við hann Guðmund, formannlegandi samtakana, að hafa einhvern tíma verið fákeppnismarkaður á leigumarkað á Íslandi, þá er hann núna. Það var búin til þannig. Akkurat. Og síðan eins og, þú veist, heimavalladæmið, þar sem voru til heimavellir frá einum upp í 17 eða 18 eða hvað þetta var, og eru núna komnir í eigu Normanna, búið að selja stærstan hluta fasteignum í leigumarkaði í ótlegu í Íslandi til útlanda og maður hugsaði með sér ef þú ert leigjandi í dag og þú þarft einhvern veginn að ná réttið þínum. Hvað er líklegt að þú
eigir mikla möguleika á því að fara í alþjóðlegt fyrirtæki sem á notabenni einhverja 13 eða 1400 íbúðir bara hér, nærðu fram einhverjum réttindabótum. Ég held að það stein, eins og þú ert búin að vera að lýsa hvernig ástandið er í Íslandi, að margt almúa fólk á Íslandi hugsa það þú kannski skömminni skára að eiga við þetta norska fyrirtæki. Því að reynslan af íbúðlanarsjóði og íslenska kerfinu er bara svo slæm. Ég tek alveg undir með þér að þetta er náttúrulega fullkomlega óðurlegt. Það er náttúrulega búin að henda alls konar grunnviðum úr landi, greiðslukerfunum og fjarskiptakerfunum og húsnæðinu og svo fara vegirnir og allt svona. Þetta er bara... Þannig að en það er eitt í þessu og þú kannski veist það líka að ég hef almennt verið í því að gagnrýna sölu á ríkisegnum og ég held að ég var örugglega fyrst í þingmaður og lengi sá eini sem vatti athygli til þess að sölun á Borgun upphaflega og nú er það allt í einu bara farið úr landi og við eigum ekki greiðslumiðluna fyrirtæki Íslendingar og mér segja þjóðaröryggisráð kemur saman en það breytir ekki niðurstöðinni sem er líka athugunarefni. Ég heldur ekki í því þó að það sé bent á það Seðlabanki geti startað þessu upp á 3 mánuðum. Það var ekki gert. Nei, en þannig að Nú erum við komin aðeins út úr þessu. Við langar að spyrja út af leyndinni. Hver var félagsmálaráðurinn sem varst að glíma við inn á þingi? Inn á þingi var það Ásmundur Einar Daðason, en sagan nær til ársins 2009. Já. Og það er sætt Guðbjartur Heitin Hannesson sem að startar þessu. Og það er svona, en þungin í þessum sölum er svona frá 2012 til svona 2017. Já, tímabili Eygló Harðardóttur í ráðuneytinu. Til dæmis og reynda Þorsteinn Víglundsson í blálagi. Ég tók þetta saman og byrti á samstöðinni í dag að 75% eða 77% af upphæðinni fer út, framreiknari, þannig að það er samanburður ræf, fer út 2013, 2016. Já. Þannig að það eru líka stóru pakkanir og þar er mest. Svo eru þetta nær eins og þú ert að segja, nær alveg frá vinstristjórninni í gegnum ríkisstjórn Sigmundar og Bjarna, í gegnum ríkisstjórn Bjarna, inn í ríkisstjórn Katrínar. Já. Og annað í þessu, að það er þetta... Hvað er fólk að venda? Nú er þetta fólk sem að, ég meina, hvað er akkur Ég veit það ekki alveg, ég hef reyndar... Akkur Ásmundur Einar ekki að vilja segja frá ykkur sem gerðist fyrir 5 árum, 6 árum, 7 árum? Ég er að reyna að grafast fyrir það. og það er reyndar eitt í því að ég hef núna, vegna þess að ríkisskattstjóri, allt sem ég hef birt kaupendur er bara beint af vef skattsins. Og nú er allt í einu komið upp þetta raunverulegir eigendur og svo framvegis og það vakti því ég fór í þetta sjálfur að því ég á búin að vera að bíða til blaðamannum að gera þetta að til dæmis eigenda samsetningin í BK-eignum 2016 þegar þeir kaupa þennan pakka sem þú varst að vekja að tekla á hann er svo furðulegur að ég hef náttúrulega ekki verið í kapitali eða verið að leiða viðskiptamenn saman en þennan kúnnahóp skil ég ekki. Meinar þú að það er svo erfitt að finna út hverju á þetta rúmum? Já, og ég líka bara að tala hann er svo divers. Það er ef ég maður sletta, að það er reyndar 20% eignaraðild sem er í Karabæk-kafinu. Og ég beindi því til skattrannsóknarstjóra, en ég hafði ekki nafnið. Ég reyndi að krafsa það upp og eitt í þetta alltaf til þess að ná því fram, ég náði því ekki. En skattrannsóknarstjóri tók við upplýsingunum, hvað hann gerir við þar er mér hulið og verður alltaf. Þarna voru líka eins og ég hef sagt áður, einhverjir 2 menn sem var ráku bílalegu í Keflavík, 2 bræður, annar búsettur í Noregi, hinn til skamstíma barnaskólastjóri í Reykjavík, fólk í Luxemburg, Ármann Þorvaldsson, 2 samverkamenn Björgús Thors og fyrirtækið þeirra átt að þeim með bóðurskutt alveg eins og Novator kannski er þetta allt tilvíðun og svo Baldur Guðlaugsson og mér fannst þetta bara svo skrítin hópur og ég var ekkert að leggja út af þessu, það er ekkert ólöglegt að kaupa eignir. Þú myndir aldrei ná þessum hópi saman nema þeir væru við einhverju lind þar sem allir að græða rosalega. Já, ég myndi nú ekki halda að menn hafi gert þetta bara sér til dærastýttingar en og ég birti grein fyrir 2 rúmum núna
þar sem ég bara leiddi þessu nöfn fram. Þetta eru þessu veik að kaupa þennan pakka og viðbröðin eru þau engin. Ég held að blaðamenn myndu kannski svona finna einhverja lykt og fara að skoða af hverju, hvers vegna, engin. Það er eins til dæmis eins og með Heimavelli sem voru eins og ég segja á tímabili Heimavelli rétt upp í 17. Ég hef líkt þessu við það sem að maður sá í kúrikamyndum í gamla daga, þar sem að menn bundu sko hríslur við hérna stertin á eða taglið á hestunum til þess að draga sko yfir fótsporin þegar þeir fóru áfram og þetta að sem sagt breyta í sífellum nöfn eins og BK Alma og núna Alma er búin að gera og nú er eins og ég segi Alma náttúrulega það er búið að selja hann í nýja eigu og það er ekkert ólöglegt í það. Það er bara hér eigna fólk sem er búin að kaupa það eins og það var. En ég hefði hins vegar sko, og það hefði einhver þurft að gera kannski sem að hefði tækifæri og aðstöðu til að gera, það er að kortleggja slóðina. Af því hvers skipti sem að þetta er selt, þá hækkar verðið og verðmætið og það er komið víðáttu fjarri. Það margir að kassa inn eins og sagt er á leiðinni sko. Mjög, alveg greinilega. Og þessi peningar sem urðu til þarna, voru náttúrulega til í verðmætunum sem var teknir af fólkinu, en fólki sem að hagnaðist á því, annars vegar með því að bíða eftir að fasteigna verði hækkaði eða þá að pakka svo saman í leigufélög sem voru seld á hærri verði, það er búið að taka út sko tugi og milljarða ár eftir ár út úr þessu, svo ofan á það að þetta leiddi náttúrulega hækkun á húsaleigu á Íslandi. Já. Já. Og svo er eitt sko, og það var eiginlega vonið sem ég ber í brjósti ennþá. Sko, ég vil að þessi hópur, að því það hefur komið fram í nýlegri könnun sem að þú hefur kynnt þér og reynda rannsókn akademískri, að nú er sem sagt þeir sem búi í leiguhúsna á Íslandi, þeir eru orðnir sko töluvert eldri að meðaltali heldur en þeir voru. Það er út af því að þessi hópur er komin að inn. Hópurinn sem var kannski 30 til 55 ára þegar þessir atburðir áttu sér stað og á ekki möguleika á því að komast aftur inn í sitt eigið húsnæði. Og þetta mun elda fólkið þegar það kemur yfir á eftirlaun. Því að það skiptir feiknarlegu máli eða út af eftirlaunum og þetta að leigja. Rétt. Það er bara, skiptir undir það fótbolta. Það skiptir verulegu máli og það er þetta sem ég hef verið að velta fyrir mig líka, að það verði sko eitthvað réttlæti fyrir þennan hóp. Og eins og ég var að segja núna, örfá á sögur af þessum uppboðsmálum, sko ef það er þannig að uppboðin á sínum tíma hafi verið einhvern veginn eins og þau áttu ekki að vera lögum samkvæmt og menn hafi byggt sig undir þetta að þið voru, sem maður segir, ofurliði bornir eða fólk var ofurliði borið, að þá hefur veldið fyrir mér sko á þetta fólk eitthvað bótarétt á hendur ríkinu vegna þess að þarna var jú ríkistofnun sem fór svona fram. Þannig að það er svona það sem að... Þurfum við ekki bara að ná fólkinu saman og búa til félag fórnarlamba hrunsins? Já, ég sko boðaði fund í júlí 2021 hvar komu á 50 fólks og ég var búin að lofa því fólki og ég get ítrekað að lofa hér að ég myndi að vera í sambandi við það og halda þessu áfram þessu máli sem ég er að gera en sko eftir ég fór út að þingi þá svona þrengist aðeins þar sem að maður getur gert og svo framvegis. Það er bara ein leið til þess að breyta því, það er að komast inn á þing aftur og halda baráttunni áfram vegna þess að það verður að gera það. Hún má ekki dett út eða beygja af leið eða neitt slíkt og ég er reyndar komin á þann stað núna og búin að vera í dálítinn tíma. Af því sko við Íslendingar gerðum ágætlega upp undanfara hrunsins, þannig lagað. Rannsóknarskýrslan bankana var góð, sparisjóðina sömuleiðis, skýrslan íbúðarlánasjóð þá var reyndar svo pólitískt að hún bara var ekki marktækt því miður. Skýrslan sjálf eða móttökurnar? Skýrslan sjálf. Og ef menn hefðu kannski temprað sig aðeins þar að segja skýrslu höfundar og verið ekki sko að beina spjótur sínum að einhverjum einstaklingum sem voru að vinna hjá íbúðarlánasjóði en hefðu svona kannski hort aðeins á og það er til dæmis eitt sko að því þú varst að tala 2004 málið að þar er ágættum maður sem heitir Hallur Magnússon sem kann þá sögu algjörlega út og inn og var að vinna á þessu tíma og það voru fjölmörg tækifæri sem að buðust þá og setna
til þess að minnka skaðan og eða koma með einhverjum hætti í vegferðina sem menn gerðu ekki. En þetta aftur á móti að selja þessar íbúðir þarna fyrir 74 milljarða á þessum 10 árum og ef maður gefur sér það að verðirnar, sko íbúðirnar hafi verið seldar á 30% undir verði áfram sem ég held að ekki sé rétt, þetta sé meira, að þá það kannski sko 30 sem þá fer verðmætið upp undir 100 milljarða. Það sem þetta einhverju 20-30 milljarðar sem að sko hefði verið hægt að selja íbúðirnar á sko hærra. Svo hækka og það hækka mjög hratt sko eiginlega ávinningurinn segjum að kannski þetta sé svona 2014-15 sem að veri svona miðárið að hækkurinn á húsnæði kemur til dæla fljótt eftir það. Þannig að þeir sem að fengu húsnæðið að það tvöfaldaðist í höndunum á þeim bara á kannski 3-4 árum. Mjög skömmum tíma. Og það reyndar eitt sem ég verði eiginlega að segja þér sem að ég komst á snóður 2013 í baratunni þá að ég hitti mann sem að var í þeirri stöðu, hann var að berjast á hæl og nakka og þau hjónin við að halda íbúðinu sinni. Og þetta var maður þá sem var komið nálægt starfslokaaldri og þau hjónin höfðu í gegnum sinn æviferil komið sér líka upp afdreipi á Spáni. Og hann sagði mér það að viðbröð lánastofnunarinnar hérna heima var að pína þau þangað til að þau voru alveg komin að því að gefast upp. Bankinn á Spáni sagði þú orðið fyrir tjóni í þessu hruni, við ætlum að láta þið hafa greiðslufrystingu í 4 ár og við ætlum að lækka við þið vextina. Og maðurinn sagði við mig, við erum búin að ákveða það hjónin, ég veit náttúrulega ekki hvað þið gerðu, að því ég hitt hann ekki aftur, við ætlum að láta íbúðina á Íslandi fara og flytja til Spánar eftir þessi ár sem við höfum sett þegar þau með lokið á vinnumarkaði. Þú veist, og þarna fengum menn sko flytja í síða samfélag. Þarna höfðu menn bara möguleika á því að var boðin möguleika á því að breyta til. En svo reyndar eitt í viðbót sem ég verð að segja sem sko svona, var fyrir mig óvæntur snúningur vegna þess að ég tók þátt í því sem svona hluta af hópnum að berjast fyrir því að skuldaleiðréttingin færi í gegn sem Sigmundur Davíð var í sjálfsögðu svona höfundurinn að. En það til fólk í þessum hópi sem misti íbúðir í faðum íbúðarlánasjóðs sem fékk leiðréttingu að því það átti eign á þessum tilgreinda tíma. Og ég veit nokkra fáa því miður en nokkra náðu að koma undir í fótunum aftur. Akkurat, fengu þetta og þeir fengu engar milljónir eða eitthvað svona en þeir fengu nóg til þess að eiga kannski eitthvað til að standa á. Og eins og ég segi þetta sýndi mér nú sko á þess að ég ætli nú að fara út í pólitík að sýndi mér sko að þessi aðgerð var vel heppnuð svona heilt yfir en þetta voru svona sem að segir óvænt áhrif. Og því miður... Það beindist ekki að þessum hópi sem að kannski það sem var fyrir mesta áfallin í hruninu. Já, sú aðgerð var náttúrulega almenn og þú þáttir að átt íbúð og svo framvegis og jú, það var þarna fólk sem hafði átt stórar eignir og skuldaði mikið sem fekk mikið tilbaka. Ég man nú ekki alveg upp úr svarinu hennar Katrínar hvort að það voru einhver 20% af hópnum en mér fannst aldrei að hinn 80% ætti að líða fyrir það. Nei. Ja, annars þeir þurftu að vera handvelja. En þá við kannski getum skoðað þá sem að mistu eignundar í hruninu á þess að blanda leiðréttingun inn í það. Þetta er ekki sambærilegt mál. Já, eins og ég segi, ég var bara að tala með þessu auka áhrif sem hún hafði, sko. Ég ætla ekki að vera að leggja... Endur við ekki umræðan leiðréttinguna? Við getum tekið hana bara hvernig sem sko, það verður bara gaman. En eins og ég segi, fyrst og fremst er það sem að ég núna og hef verið að gera, að lemjast á hæl og naka, að það það að þetta fólk fyrsta lagi fái rödd og það fái eitthvað réttlæti og síðan náttúrulega ég er ekki hættur að gramsa í eignunum sko hvert það fóru, held því áfram og næst ætla ég að fara á vit politikurinnar og vita hvort að það að finna einhver nöfn sem að eru pólitískir áhrifamenn fyrir það síðar sem að þarna fengu íbúðir. Já, og þetta opið við gögn, þannig að ég er líka að skoða þau. Það gleður mig mikið og það gleður mig mikið að það skuli vera núna komin fram áhugi
bæði hjá Artrúðum daginn og hjá þér núna og því fleiri sem að gaumgjafa þetta og ég veit ekki hvaða áhrif það hafði á þig að skoða þetta og sjá þetta en þetta er mjög sláandi að mínu áliti. Þetta er bara eitt af stóru hnyggslunum. Já, en eins og ég segi 10.000 Íslendingar mistu húsnæði sitt og lengi vel hafði engin áhuga og ég sagði við urðum fyrir því árið 1973 að 5.000 manns mistu heimili sínu á einni nóttu. Það gekk maður undir manns hand til þess að bjarga þeim sem sagt í hús aftur. En núna 10.000 manns lenda á götunni og gáða þetta er bara íbúðalánasjóður. Það er höldum áfram með líkinguna Vestmannaeyjar, þá er eins og að eignindan sem hefur úr í Vestmannaeyjum hefur verið seldar ykkur bröskur til þess að græða því. Já, bara til dæmis. Og það var reynda gert í kjölfar hruns. Það döttu nokkrar þar. Herðu, Þorsteinn, takk fyrir að koma hérna og ef einhver er hann úti sem að misti húsnæði sitt í hruninu, þá myndi ég gjarna vilja að heyra í viðkomandi og aðtók hvort að við getum fundið út úr þessu gögnum sem að Þorsteinn kallaði eftir og líka gögnum sem að þjóðskrá er að birta núna sem er kaupskrá og leiguskrá, að þá er hægt að rekja sig eftir íbúðanúmerunum, hvort að íbúðana voru seldra aftur, hvort að séu leigu og þannig það er þetta svona finna sögu íbúðana. Ef ykkur er þannig úti sem að vill aðstokku við það að finna svona dæmi, endilega hafi samband, samstöðin@samstöðin.is. En við ætlum að vinda kvæði okkar rækilega í krossesrættir og nú ætlum við að tala ljóð og Rússland og hérna kemur skáldkonan Natasja S. eftir augnablik. Já, skáldkonan Natasja S. er hingað komin, þetta er velkomin. Fyrst verðlaun Tómasar Guðmundssonar, þar sem að fólk sendir handrita ljóðabók og sem er valið að dómnefnd. Mörg skáld unnið þessi verðlaun, þetta er fín verðlaun. Ja, ég veit. Þú yrkir á íslensku? Já, ég ger það. Já, ertu innflytjandi, þetta er ekki þitt móðumál? Nei. Og þú gafst út bók, ég talaði nú við þig fyrir svona árið síðan, þá gafst út bók með mörgum ljóðum eftir innflytjendur sem að sumir ortu á íslensku, það ekki? Já. En ekki allir? Nei. Það voru kannski 3 rithöfundar sem skrifaði á íslensku eða 4. Já. Annars voru það á ensku og öðrum tungumálum. Já, og þú ert ekki eina sem að gera þetta, að yrkja á nýju máli, en það kemur eitthvað skemmtilegt út úr þessu. En heldur að þú sjáir það? Hvað er öðruvísi við íslensku þína heldur en heldur að sé ekki frekar við Íslendingarnir sem að svona skynjum að það er eitthvað? Já, ég held það. Það er eitthvað svona önnur orðaröð, eitthvað svona val á þessu orði, eitthvað svona öðruvísi heldur við erum vann. Stundum er ég meðvitund það sem er skrítið en stundum ekki. Og mér finnst það svolítið leiðinlegt að ég get ekki lesið það sem Íslending og skilja hvernig íslenska mín er. Já, og hversu skrifin hún er, ef hún er skrifin. Já.
En stundu segistu vita að það sé skrítið þannig að þú ert vísvitandi að senda á íslensku en með kannski svona rússneskri orðaröðun eða þetta meina það? Já, til dæmis í bókinni að þegar hún Rússland og allt sem að gerast núna ég nota orðið móðurlandið í staðan fyrir föðurlandið. Það voru nokkrir sem voru að lesa yfir og bendi á það að það föðurlandið á íslensku en mér fannst líka gaman að undirstrika að þú veist móðurlandið meira svona eitthvað sem þú vil vernda, ekki föðurlandið sem vernda þig, heldur á öfugt. Og rússar segja móðurlandið, móðurrússa. Já. Og það nefnilega það sem að við vorum að ræða fyrir mörg ár síðan þegar ég lærði íslensku. Hvernig kallar maður föðurlandið þitt á móðurmáli okkar? Ég bara, það öðruvísi á mismunandi tungumálum. Það getur líka fengið aðra merkingu á íslensku. Þú kallar móðurlandið, þá getur þetta verið svona feminist. Gott að vita. Það fær öðruvísi merkingu. Við náum ekki kannski endilega rússnesku merkingunni. Þetta fær íslenska merkingu. Íslenska svona. Við höfum svolítið rætt hérna undanfarið íslensku og innflytjendur. Tala við fólk sem eru áhyggjur á íslenskunni á tímum svona fólksflutninga. Að ef að innflytjendur læri ekki íslensku þá getum við svona mist hana eitthvað hátt. Að við getum lent í því að enska væri millimál. Nú, ert þú elskað íslensku fyrst að þú lærir hann og yrkir á henni? Hvað finnst þér íslenskuna á þessum, ég býst við að margt fólk sem þú þekkir eru innflytjendur? Já. Kannski flest fólk sem þú þekkir innflytjendur? Það svolítið erfitt að segja. En já, ég þekki mikið innflytjendum. Það ju áhugaverð spurning. Þú veist, ég búin að vera innflytjandi bæði hér og í Svíþjóð og það mjög öðruvísi reynsla, líka varðandi tungumáli. Það sem mér finnst erfitt með íslensku að Íslendingar tala ensku við mig. Ég búin að búa hér, ég flutti hingað fyrir 10 árum síðan. Áður en ég flutti, ég tók námskeið í 3 ár í íslensku í Moskvu. Og þú veist, 10 árum seinna fólk gleymir að ég tala íslensku. Og það mjög svona ókvetjandi fyrir fólk, þú veist, að vera bara fyrst og fremst innflytjandi. Að fólk búast ekki við að þú tali íslensku. Og líka mér finnst, þú veist, það sem erfitt að Íslendingum finnst að íslenska mjög erfitt og það bara, það bara mjög erfitt. Þú veist, þú fer í kaffihús, enginn talar íslensku. Mér finnst það ekki erfitt að læra, viltu fá kaffi, viltu fá kvittun. Mér finnst það ekki erfitt og mér finnst það ekki svo stór krafa. Og þú veist, á meðan samfélagið búa svona möguleikar að vinna án þess að tala íslensku og á sama tíma segja fólki það bara svo erfitt og bara halda umræðu þú veist við fólk sem tala íslensku á ensku þá finnst fólk bara það erfitt, ég bara þreytt, mig langar að vinna og ég get bara unnið án íslensku. Þú veist, í Svíþjóð enginn var að segja mér þú tala góða sænsku. Ég tala ekki slæmu sænsku, en fólki bara alveg sama hvaða sænsku þú talar. Það bara mjög margir innflytjendur þar, þau eru með mállýskur, þau bara alveg sama þú veist, hvernig þú talar sænsku. Það er svona heitt mælikur. Já, það bara, mér finnst það bara mjög fínt að finna að þú veist, þú ert ekki skrítin þegar þú talar. En finnst þér að við sem samfélag eigum að gera kröfur að fólki sem afgreiður okkur á kaffihúsinu tala íslensku? Ég held margir mun hata mig eftir það en mér finnst það. Þú veist, stundum ég fer í kaffihús og segja, mér langar að fá kaffi og fá svar, speak English with me. Og ég bara, ég í alvöru tala ensku við þig? Bara,
Og mér finnst það fólk sem tala íslensku og samt það bara eins og risaeðla, bara þú talar svo góða íslensku, vá, ég hef heyrt þetta svo mörg, svo oft og á sama tíma það bara fólk sem finnst bara, já, þau bara undantekning. En mér langar ekki að vera undantekning. Mér langar að sína fólki að það er hægt að læra, það er hægt að tala. Við þurfum bara hægt að þykjast að þetta er erfiðasti tungumál og bara byrja að tala íslensku með hvort öðru. Og ég get ekki ímyndað mér, að hafa kaffihús í Rússlandi þar sem fólk talar ekki rússnesku. Ég get ekki ímyndað mér það í Svíþjóð eða neinn annar staðar. Af hverju er það allt í lagi hér? Þetta er stundum skringileg samtöl, sko. Maður segir, ég ætla að fá einfaldan espresso og fólki skilur það ekki. Þá segir maður one single espresso og maður finnst það slóila. Maður var að tala alþjóðlegt mál, sko. Ég veit, en mér finnst bara svona mjög skrítið þegar fólk segir við mig speak English with me. Ég bara, mér langar ekki að tala ensku við þig, þú veist. Það á ekki að vera erfitt, ég er ekki að biðja einfaldan espresso. En þetta er annars vegar innflytjendur sem koma hérna, það vilja þeirra til að tala íslensku. Fólki sem rekur kaffihúsið, sem sjaldnast eru innflytjendur, sem hérna ættu að tryggja það að starfsfólkið læri íslensku og tala íslensku. Og svo er það Íslendingar, hvernig þeir taka á móti innflytjendur sem eru að tala íslensku. Innflytjendur hvart oft er því að það sé að vera að finna að bíða, fólki upplifur það, það sé að vera að bíða eftir og beigir eitthvað vitlaust og þá tala ég það, en heyri ekki hvað þetta að segja. Hefur þú upplifað það? Að Íslendingar séu ekki að hlusta á hvað þetta að segja, heldur hvernig þetta að segja það? Bíða eftir því að geta talað íslenskuna þína? Nei, ég held ég hef ekki upplifað það þannig. Nei. Ég það er ekki auðvelt að læra tungumál, ekki auðvelt að byrja að tala, en það er ju hægt, ég er búin að búa hér mörg ár, ég er búin að eyða mörg ár til að læra tungumál og ég skil að það er kannski ekki margir sem, eða ekki allir sem vilja búa hér, að eilífu og þeim finnst kannski erfitt að læra tungumál og þau hugsa ég ætla kannski vinna nokkur ára og svo fara tilbaka. En á sama tíma ef við tölum íslensku og að það er innflytjendum að kenna þau læra ekki íslensku, það er ekki bara þannig. Það er líka samfélag sem búa til svona aðstæðu þar sem það er hægt. Og ég tók nefnilega frönskunámskeið og það var ein spurning, við vorum að gera svona Kahoot-dæmi með svona spurningum og ein spurning var hversu stór prósent af tónlistinni sem er spilað í útvarpinu á að vera frönsk. Og hún bara, og hún bara, já, við gerum þetta til að vernda frönsku, er það ekki sama á Íslandi? Nei, fyndi að það er gert þannig í Frakklandi, það er ekki hér. Ég er ekki að segja það af því að mér finnst það nauðsynlegt að gera það þannig, en það er ju mismunandi leið til að vernda tungumál og fyrst og fremst mér finnst mikilvægt að Íslendingar mun taka á móti fólki sem tala við hreim og mun ekki skipta yfir á ensku, af því að það er ju særandi. En svona staða innflytjenda, nú ert að gefa út ljóðabók á íslensku og þetta er innflytjendaljóð. Ertu íslenskt skáld eða ertu innflytjendaskáld? Ertu rússneskt skáld? Þegar stórt er spurt. Þú verður ekki hugsað það? Nei, það er svolítið skrítið að vera rússnesk skáld, þú veist, þegar bókin kom út á íslensku. Þú ortir í rússnesku, eða hvað? Byrjar að yrkja á íslensku? Já, ég held ég skrifaði kannski nokkur ljós á rússnesku, en mér finnst það ekki gott. Það eru betra skáld á íslensku? Ég held það. Já. En ég greið fram með fyrir þér, hvort þú sért íslensk skáld eða rússnesk skáld?
En hvað finnst innflytjenda þér? skáld. Hvað finnst þér? Er ég íslensk skáld Ég eða þetta er innflytjenda svona skáld? viðtöku spurning, hvernig tekið það mótið þér, til dæmis þegar það er verið að fjalla ljóðin, ert þú á svona sérhillu eða er fjallað þig bara í samhengi við ljóðin hennar Lindu Vilhjálms og Ég sá mig einu sinni við hillu með tarot-bækur. Ég er ekki viss. Ég veit það ekki. Það er ljóskald, Natasha, að Ferlandum uppruna, eitthvað. En ég myndi ekki kannski segja að þetta er innflytjenda ljóð. Þú veist, Polyfonia var svona ljóðsafn af rithöfundum á Ferlandum uppruna reynslu innflytjenda. En þetta er ekki beint ljóð reynslu sem innflytjenda. En svolítið Rússland og hér er stríð og... Já. Og sársauki að því leyti. Þannig að, já, Og það sem, þú veist, hvað er að vera íslensk skáld? Ég veit það, ég er bara að fá þig, ég er ekki með kenningar þetta, ég ætla bara að heyra þína upplifun. Og það sem ég langar líka að bæta við hér, þegar ég vann í bókabúðinni, ég var mjög oft spurt, ertu íslensk? Þegar fólk myndi hvort ég tala íslensku. Og ég er ekki íslensk, ég get ekki svara já. Og þú veist, og ég veit að þau meina hvort ég tala íslensku. Og þú veist, mér finnst líka þetta góð dæmi það, þú veist, að fyrir Íslendinga það er ennþá hvort þú ert Íslending og þú talar íslensku eða útlending sem talar ekki íslensku. Og það væri mjög gaman að þetta mun kannski bara koma saman að útlendingar geta tala íslensku. Það er líka daginn ég var á tónleikum og söngvari spurði hver er Íslendingar hér? Og það voru kannski nokkrir, hún bara, já, þá ætla ég að tala ensku. Og ég bara, ok. En þú ætlar ekki að meira á íslensku? Ætlar að búa hérna? Hvernig sérðu fyrir þér framtíðina? Þú er búin að missa móðurlandið þitt eiginlega í tómar hörmungar. Hvernig sérðu framtíðina? Eða hugsaðu kannski ekki? Já, þú veist, ég bara veit það ekki. Þú fórst til Rússlands daginn bara. Já. Þetta eftir innrás. Viltu segja mér frá því? Þú þurftir að sinna fjölskyldunni eða áttur erindið okkar? Ég man þegar ljóðabókin byrjar í Frakklandi og ljóðmælandi sendur postkort. Og ég rétt áður en stríðið hófst, ég var í Frakklandi og ég var að senda postkort. Ég sendi alltaf postkort til pappa minn og ég sendi honum postkort að því að hann á stórafmæli í september og ég skrifaði, jæja, við ætlum bara að halda stór partí handa þér. Hann er ekki neitt svona stór partí-dæmi og ég bara sendi postkort og svo kom tilbaka og daginn eftir hófst stríð og svo hann fekk postkort og ég bara, vá, það verður kannski ekki veisla og ég var ekki neitt að spá að fara og svo þegar ég frétti að ég fekk verðlaun, ég hugsaði, ok, ég mun örugglega ekki fara eftir bókin mun koma út og það var afmæli hans pappa og ég bara, ég ætla bara að fara og halda upp afmæli hans saman og bara sjáum til hvernig það gengur og já, ég fór og herkvatning var tilkynnt og meðan þú varst úti? Já, og pappi fekk COVID á sama dag og ég bara, vá, langt síðan ég var á þennan stað. Það var bara mjög svona erfitt og allir vinir voru bara ennþá í áfalli, skildu ekki neitt. Margir
búin að flytja þannig að Moskva var svolítið tómt og nokkrir sem ég hitti, ein vinur minn keypti miða til Kyrgyzstan bara nóttin til að flytja og á sama tíma þetta bara, þú veist, mjög falleg borg og fullt af minningum og trjánum og görðum og á og fallegum byggingum og það bara svo hræðilegt að sjá þetta bara og vera þar og líka það tók bara 2 daga að komast þangað og tilbaka. Já. Það var hérna í gær hann Gunnar Þorri Pétursson sem að við vorum að ræða fávitan eftir Dostojevskí. Hann með námskeið það og hann bjó lengi í Rússlandi og með tengslangað. Hann sagði að innrásinn og stríðið breytti bara öllu. Það væri meiri segja sko gömlum bókum þegar maður var að lesa þar að þá hefði það einhvern veginn aðra merkingu í dag. Að þetta væri svo stór viðburður að bara allt breytist. Upplifir þú það þannig að svona Rússland sé bara algjörlega breytt. Já. Það hafi allt aðra merkingu. Jafnvel sko persónulegi hlutir eins og fjölskyldurnar og borgin og minningarnar og allt sé orðið öðruvísi nú að það áður var. Já, og ég held þann 24. februar bara daginn þar sem við byrjum að telja upp á nýtt, þú veist, allt sem var áður skiptir engu máli. Já, ég held það bara á einhvers hátt ný veruleika en á sama tíma ekki svo ný. Það er ljóð sem heitir Götukrakkar þar sem ég fer yfir svona minningar mínir úr Moskvu og hvernig við vorum allast upp þar og stríð var bara í kringum okkur alla tíma. Það var bara svona, þú veist, neðanjarða lestir og þú veist, bara í stríðþemum og sigursafni og nafngatana og bara allt þetta var svona stórt og allt í einu kom það tilbaka og það bara má það og ég skilji ennþá ekki hvernig það getur verið í gangi og þú veist, það er bara ný veruleika fyrir mig og þá breytist líka bara merking fortíðarinnar, það breytist sagan breytist við svona atbröð. Breytist saga? Eða þú veist, þú túlkar hana öðruvísi af því að sjónarhóttnið er orðið annað. Gerir það þannig? Nei, ég held það bara, þú veist, hissa ég fatti það fyrr. Að þú veist, ég flutti fyrir 10 árum síðan og 2011 þú veist, fólk byrjaði að mótmæla og Navalny var svona, fekk mikið stuðning og ég man, þú veist, hversu mikið von það var í loftinu og ég fór á kosningar af því að þau voru falskaðar og ég fór á kosningar sem svona observer til að sjá að allt gengur vel og þú veist, það var bara mjög mikið í gangi og ég sá að hlutinir voru að breytast samt margir vinir mínir þá skildu ekki af hverju var ég að gera það, þú veist, skildu ekki af hverju fór ég að mótmæla af því að þeim fannst þetta bara skipta ekki máli og svo þú veist 10 árum seinna Navalny mun líklegast ekki fara úr fangelsi lífandi og þú veist fólk fer bara í stríð og dreipin og öllum sama og það bara vá, ég ætti sjá þetta koma en það var von sem kom veg fyrir ég fatti það en ég held núna að það er bara engin von sem betur fer. Sem betur fer? Akkur séu það? Þú veist, gott að ekki hafa neina eftirvæntingar og bara Svo sem vonar ekki, hann verður ekki fyrir vonbrigðum.
hann vonar... Sá sem vonar ekki, hann verður ekki fyrir vonbrigðum. Já. En já, ég les ekki fréttir, en þú veist, ég veit hvað að gerast, en ég klikka ekki á hlekk og les ekki neitt. En ég sér ekki að það verður bara, hann segir, já, ok, nú það komið nóg, við ætlum að klára þetta, bara takk og bless. Ég held ekki. Þetta eftir að versna bara. Mér Þú sýnist óttast það? Já. Herðu, við vonum að svo sé ekki. Leifum okkur. Það gaman að fá þig hingað, Natasja, og til hamingju með þessa bók og til hamingju með verðlaunin aftur. Takk fyrir. Íslenska skáld. Herðu, þá rauðaborðið búið í kvöld. Á morgun ætlum við að ræða alls konar aðra hluti. Við ætlum að ræða vændi, hvort að sé órjúvaleg tengsl á milli launahækkana og verðbólgu og ýmislegt annað. Rauðaborðið hérna á morgun klukkan 8. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir að staldra hérna við, hlustundu fyrir að hlusta og gefa þessu merkingu og segi góða nótt.